Komið sæl sem öll, eins og hún Marta sagði, þá starfa ég á markaðs- og samskiptasviði og eitt af svona mínum hlutverkum þar að halda utan svona samfélagsmiðla skólans sem töluvert starf og hefur í rauninni vaxið eftir því sem árin hafa liðið. Ég ætla nú bara svona rétt að gefa ykkur svona smá yfirlit yfir svona okkar störf á þessu vettvangi og svona, já, hvað við erum að gera, hvaða miðla við erum að nota og svona í lokin kannski ykkur ráð ef að fólk að pæla í þessu fyrir sinn skóla eða sinn vettvang. Kannski fyrsta lagi, hvers vegna erum við á samfélagsmiðlum, hvers vegna er Háskóli Íslands á samfélagsmiðlum og hvers vegna ættu skólar að vera á samfélagsmiðlum. Okkur finnst þetta að vera góð leið til að miðla kannski á fjölbreyttari hátt til samfélagsins en við höfum gert áður. Við þekkjum öll eins og tölvupósta, við vorum að nota fréttatilkynningar og ýmislegt til að nálgast fjölmiðla. Já, og til dæmis fréttir á vef og eitthvað slíkt. Með því að nýta samfélagsmiðla þá náum við til breiðari hóps. Og líka, þetta gefur okkur líka tækifæri til að eiga í svona samskiptum. Þannig að þetta er náttúrulega gagnvirkt í flestu tilvikum. Þannig að og við erum í háskóla þar sem kannski okkar hvað við segja, ekki viðskiptavinir, en þeir sem við erum í miklu samskiptum, við erum ungt fólk, núverandi og verðandi nemendur og reyndar samfélagið allt og þess vegna verðum við að eiga svona í þokkalegu samtali við þessa hópa og við vitum að þessi hópar halda sig á samfélagsmiðlum, bæði rannsóknir innanlands og utan og svo sem okkar kannan líka sýna að langt flestir nota einhvern samfélagsmiðl daglega. Þannig að þetta er mikilvægt fyrir okkur að nýta þessa miðlunarleið. Þetta er rauninni við hættum ekki hinu en þetta er mikilvæg viðbót við þær miðlunarleiðir sem voru fyrir. Á hvaða miðlum erum við? Við erum á Facebook. Við höfum verið þar í rúm 10 ár, eða rétt 10 ár. Ég hef reyndar ekki séð Facebook-síðu Háskólann svo lengi en skólinn hefur verið svona ekki alveg frá upphafi en mjög lengi á Facebook og svona byggt hægt og rólega upp fylgjandi hóp þar. Við erum á Instagram líka og við höfum verið þar í svona 6 ár eða svo. Twitter erum við líka, það er kannski svolítið annar miðill og svolítið ólíkari heldur en hinir tveir, kannski margslungnari en við teljum okkur þurfa að vera þar af því að þar er reglulega að tala okkur þar og við þurfum að geta brugðist við því ef að einhver er að spyrja okkur að einhverju þar eða tala eitthvað svo bílastæðavandan eða eitthvað, þá þurfum við að geta fylgst með því. Við vorum á Snapchat og erum svo sem á Snapchat. Við stofnuðum Snapchat-reikningar 2016, þá var Snapchat mjög vinsælt. Síðan þá hafa vinsældirnar að dala töluvert. Þannig að í staðinn fyrir Snapchat hefur við lagt meiri áherslu til dæmis á Instagram. Og svo erum við okkar einn YouTube-rás sem heitir HÍ Varp og þar setjum við inn allt okkar myndbandsefni, upptökur af viðburðum. Það er til dæmis verið að taka þetta upp og þar við setja upptökuna inn á okkar YouTube-rás eftir þennan fund. Svo erum við með þarna einn kynningamyndbönd fyrir verandi nemendur einstakar námsleiðir, stutt vídeó rannsóknir við skólan og bara allt sem viðkemur skólanum. Ráðgjafamyndbönd frá kennurum okkar og hitt og þetta. Þetta er sístækkandi sjónvarpsstöð getum við sagt. Svo erum við líka á LinkedIn en ég verð nú bara að játa það, við erum ekki mjög aktív þar. Það er bara tímaskortur og svona kannski sem kemur í veg fyrir það að við getum alveg duglegri þar en við erum svona í ákveðinni stefnumótun með að gera okkur virkari á þessu miðli að við sjáum líka bara fleiri og fleiri svona í atvinnulífinu eru að nýta sér þennan miðil. Þar fyrir utan, við erum ekki bara með miðla, samfélagsmiðla, heldur eru líka einstakar deildir, einstak svið og annað slíkt með sín eigin samfélagsmiðla, til dæmis bara lyfjafræði deild eða heilbrigðisvísindasvið eða eitthvað slíkt. Nei, ekki heilbrigðisvísindasvið en verkfræði- og náttúruvísindasvið til dæmis. Og við erum bara með ákveðna svona, hvað ég segja, leiðbeiningar eða ráð sem ég fer kannski aðeins betur í á eftir, sem við svona ótum að þeim sem hafa áhuga á að setja slíkt á laggirnar innan skólans. Náms- og starfsráðgjöf, hún er bæði á Facebook og Instagram til dæmis. Þannig að og þessi miðlar hafa náttúrulega bara ólíkt hlutverk fyrir okkur og kannski það sem við erum að nota þá í, hvernig efni við deilum. Við erum að deila fréttum af efnum okkar. Við erum með tölvöld af efni sem við vinnum inn á vefinn, alls konar áhugaverðar rannsóknir,
sem við teljum að fólk hafi áhuga á. Svo erum við að deila myndum, við mikið af myndum, úr starfi skólans, bæði starfi stúdenta og nemenda og við búum náttúrulega við þann kost að við erum með fullveðja einstaklinga sem eru sjálfráða, þannig að það er kannski auðveldara fyrir okkur að taka myndir og deila þeim heldur en kannski fyrir grunnskóla eða framhaldsskóla, það sem eru kannski ólögráða einstaklingar, við gerum okkur grein fyrir því. Svo viðburði, við vekjum athygli á viðburðum, þegar við erum með stóra viðburði þá vekjum við athygli á því á Facebook. Oft erum að nota í auknum mæli kostanir, sjáum að það skila sér vel, þurfum ekki að eyða miklum pening í það, en það skila sér margfalt tilbaka, sjáum það vel. Deilum efni frá öðru fólki, til dæmis bara frá matvæla- og næringarfræðideild, Instagram-reikningur þeirra, deilum því, það er mjög mikilvægt líka. Og svo eru náttúrulega kattamyndböndin, við erum alls ekki gleyma þeim. Þetta er Rósalind, þetta er háskólakötturinn Rósalind sem við erum svo heppin að fá hér í heimsókn í alla byggingaskóla með reglulegu millibili. Og hún er orðið svona fenómen innan skólans og mjög vinsæl á samfélagsmiðlum. Svo vinsæl reyndar að bæði kennarar og nemendur eru farnir að deila myndum af henni þegar þeir rekast á hana á göngu skólans. Og þetta er kannski svolítið mikilvægt og ég mun kannski undirstrika ennþá betur á eftir að maður verður líka stundum að vera smá léttur, finna eitthvað svona í umhverfi sínu sem svona er skemmtilegt. Þetta snýst ekki bara að vera alvarleg og hátimbruð háskólastofnun, heldur líka stundum svona sína einhverjar svona skemmtilegir hliðar. Svo er það annað, samhliða þessari samfélagsmiðlavæðingu, þá erum við farin að fá fyrirspurnir sem áður bárust kannski í símtölum eða tölvupóstum í gegnum þessa samfélagsmiðla. Þannig gegnum Instagram og Facebook erum við að fá fyrirspurnir bæði innanlands og utan bara allt milli himins og jarðar. Hvernig virkar uglan? Hvernig kemst ég inn í Háskóla Íslands? Ég bý í Namibíu, mér langar svo í Háskóla Íslands. Og þetta felur í sér ákveðnar áskoranir og töluverða, maður þarf að vera fljótur að svara og maður getur ekki látið fólki bíða marga daga og stundum þarf maður að leita þá út fyrir sín eigin deild eftir réttu svörunum og þetta er svona kannski þáttur sem hefur verið, myndi ég segja, hefði aukist að vaxið svolítið á síðustu árum. Af því að þegar ungt fólk er svo mikið á samfélagsmiðlum þá sér það bara, já, ég get sendt skilaboð þarna í stað fyrir kannski að leita í gegnum netspjallið okkar eða síma og þetta kannski þáttur sem kannski er vanmetin í starfi fyrirtækja og stofnana. Kannski endingu, svona áður en ég klára þetta, nokkur ráð svona sem við höfum verið að veita og svona úr okkar reynslu banka, ef að fólk er að spá í að setja upp samfélagsmiðla, þá er í fyrsta lagi að tryggja að það sé nægilegur mannskapur til að handa utan um þetta. Að minnsta kosti 2 manneskjur utan um hvern miðil, af því við sjáum það ef að fólk veikist eða hættir, þá þarf þetta að hafa einhvern til að taka við boltanum. Eins líka bara það er svolítil vinna að halda utan um þetta, að vera frumlegur, vera sniðugur eða að finna efni. Þetta er úthengt vinnu og gott að geta fengið smá hvíld frá þessu af og til og láta einhvern annan um boltan. Ég veit til dæmis í menntaskólanum í Hamrahlíð, þar sem ég þekki til, þar eru tveir kennarar með þetta sem skiptast á milli sín, 2 vikna fresti. Og ég veit að það hefur reynst þeim mjög vel. Líka að velja þá miðla sem þessu fólki sem þið ætlaði að tala við er. Þannig að til dæmis, ef þið eru að reyna að ná til foreldra, þá myndi ég nota Facebook. Ég myndi ekki nota Instagram. En ef þið eru að ná til nemenda, þá er það frekar Instagram. Þannig að það þarf aðeins að pæla í því líka og það er þetta að finna töluverðar upplýsingar um það svona á netinu hvaða aldurshópar eru að nýta hvaða miðla. Þriðja lagi, einbeita sér að fáum miðlum og gera það vel frekar en að vera á mörgum. Við það eru óteljandi þessi miðlar og maður hefur séð hinn á þessa, eigum að vera á Pinterest eða eigum að vera TikTok og öllu þessu. Nei, við tókum snemma þá ákvörðun að einbeita okkur bara að nokkrum, gera það þokkalega og heldur að vera einhvern veginn að dreifa kröftunum og víða. Og tryggja svo líka mjög mikið og til þess að, maður þarf að eiginlega vera að fá til þess að geta tryggt virkni, til þess að byggja fylgjendahóp, til þess að svona hægt og örugglega byggja upp svona einhverja fylgjendahóp og þá þarf maður að setja inn fæstur regla, setja þetta inn við, til dæmis setjum inn nokkra fæslur á dag, til dæmis á Facebook, fer svolítið eftir svona tímabilum, en ég er ekkert, en það er að því að við höfum miklu efni að miðla, en
þú veist, ef maður kannski minni stofnum, þá kannski 2-3 í viku alveg nóg. Mynda það sem kalla skjallbandalög, tala við ef að þeir eru með einhvern miðil sem tengdur einhverjum öðrum, biðja þá viðkomandi að deila ykkar efni áfram og deila efni annar áfram, þannig svona vinnum maður með þessa margfrægu algoritma innan samfélagsmiðlana. Það svona gömul sannindi og ný, það gott að deila efni frá öðrum og hafa samband við aðra og biðja þá að deila. Og síðast en ekki síst, ekki gleyma kattamyndböndunum. Við bara rósum þökkum fyrir okkur.